Gott fólk, verið velkomin í heimsendi. Það þáttur númer 140 og heimsendir hlaðvarpið heilsar hér frá tómarýminu í Skerjafirði. Hingað komin góður gestur, það Eiður Vestmann. Þú ert frambjóðandi frá flokki fólksins. Vertu velkomin. Takk hérlega fyrir. Já. Og ég segir skál í búðinu. Já, skál í búðinu. Og býða eftir að geta opnað. Já, einmitt. Skál. Og gaman að... Það er ágætis hljóð. Já. Það kemur vel svona. Já, heldur betur. Kemur vel við mann. Kristall og Einstök, það nú verst að ég sé ekki sponsoreraðir af þessu. Nei, þetta nú áfengislaust, samt, eða svona, alltaf því. Alltaf því, 2,25. Ég segi að það sé alveg löglegt, sko. En Eiður, þú ert, löglegt, við erum nú bara að hittast í fyrsta sinn, en þú ert sem sagt í frambóði. Já. Og það flokkur fólksins. Já. Ertu nýr inn í pólitíkina eða hefur verið viðriðin lengi? Ég er nýr. Já. Ég er nýr inn í pólitíkina. Svo sem viðriðin svona ýmis mál lengi og vann sem rafvirki. En fór svona að færa mig yfir í svona, ég veit ekki hvort ég skulle segja pólitík, en allavega svona, já, það svona kannski bara skilgreiningaratriði. Já. Hvað maður kalla það? Núna fyrst ég nýr í pólitík, svona með formföstum hætti. Já, en þú hefur haft verandi á lista og allt svoleiðis. Já. Sem við kalla þetta skoðanir, bara þú veist, að fólk fer að hafa skoðanir á hlutunum sérstaklega eftir því sem... Já, og kannski þetta kalla mig áhugamann í pólitík svona yfir lengri tíma. Já. Og svo sagt í íþróttunum svona áhuga menn. Já. Áhuga mennska, en nú ég komin í úrvalsdeildina. Já. Mætti kannski segja það. Ertu ennþá að vinna sem rafvirki? Nei. Ég er ekki að vinna. Ég kom bara, nú ég bara sitt allan með fókus í þetta verkefni. Já. Sem þetta frambóð. Ég þá ofar á lista, svoleiðis að þetta verður að hafa hugminn allan. Já. Og hvar ertu í varðandi kjördæmi? Ég er norðaustur kjördæmi. Já. Öðru sæti. Já. Og sko, ég var nú bara að skoða í dag, þannig að alltaf svona svolítið sveiflur í þessum kosningaspám og skoðanakönnunum. Þið eruð svona í kringum 10%. Við erum í kringum 10%, já. Við erum rétt, svona, við erum rúmlega þar. Þannig að þú gætir... Ég held að það komi fólki talsveit og óvart. Já. Af því að maður alltaf veit alveg að því að maður fylgist það mikið með, að fólk talar ekkert alltaf vel flokk fólksins svona í vissum kreðsum. Já, í vissum kreðsum, en svo náttúrulega eru aðra kreðsur sem já, sem ég myndi segja að það væri svona þetta er lágvær hópur sem að við erum að sjá. Við sjáum hann og þess vegna kemur þetta held í fólki óvart. Þessar skoðanakannanir, vegna þess að þetta er ekki hópur sem við höfum í hátt. En hann klárlega til staðar og 10% og rúmlega það gerir okkur vel samkeppnishæf eins og staðan allavega núna. En þetta ámar ekkert að rýna allt og mikið í þessar kannanir, en svona fyrst við erum að ræða þær þá líta þær vel út. Sko, já, ég meina 10%, það alveg bara heilmikið, það örugglega 35.000 manns og ég var með þess að tala frænku minni í gær og hún var svona svolítið óviss hvað hún ætti að kjósa. Já, ég held að fólk sé svolítið mikið óviss núna. Já. Ég held að fólk sé ekki svona í stórum stíl búið að ákveða sig ennþá. Nei. Ég hugsa að það hefur nú alveg gerst að við hefum að sé það áður, sko. Ég held að það séu margir sem að munur bara ekkert ákveða sig fyrir bara í kjörklæðinu komið. Það oft þannig, sko. Já, og ég mikil svona, ég alveg fylgjandi því að hlusta bara á innsæði sitt og fylgjast með, það auðvitað mikilvægt líka. Já. Og nýta kosningaréttin, hvað sem þú ætlar að kjósa flokk eða skila auðvitað, það er líka allt í góðu lagi. Já. En að fylgjast vel með og leyfa síðan innsæðinu á kosningadögunum sjálfum að ráða för, það finnst mér bara ekkert svo vittlust. Nei. Sýrilegi og einhverjum sýrilegi þegar fólk óákveðið. Já. Sem ég held að sé eins og ég sagði áðan í afskaplega stórum stílum þessar myndir. Já, og þess vegna náttúrulega ekki hægt að treysta endilega á þessar kannanir af því að fólk lætur ekki endilega í ljós. Nei, þetta þetta klassíska, það segja þetta allir í öllum flokkum, það ekki hægt að treysta á kannanirnar af því að auðvitað vill lengi gera það að þú segist alltaf treysta á einhverja kannanir, það getur breytt síðan hvernig horfurnar líti út fyrir, þannig að þú að fara varlega í hvað þú segir. Já. Það líka það.
Já, heldur betur. Fólk vil vernda sína fórustu og vernda sitt fylgi en Hvernig... ég vil nú bara segja það, ég er mjög ánægður með tölurnar sem við Flokkur fólksins erum að fá en ég held við getum gert ennþá betur og ég held við mögum gera ennþá betur. Ég er alveg samfærður það. Ég veit ekki hvort þess komin reynsla á það er talað eins og Framsókn fái betri kostningu en skoðanakannanir gefa til kynna. Samfylkingin hefur kannski fengið lægri kostningu heldur en skoðanakannanir gefa til kynna. Komin einhver reynsla á þetta hjá Flokki fólksins? Nei, ég get ekki tala kannski fyrir flokkin í heild en ég get tala fyrir sjálfa mig. Ég er svona, mér leiðist þetta að vera að rýna í einhverja tölfræði sem er þess lags að vera að bera saman hvernig kannanir eru og hvernig niðurstaðan verður síðan hjá ákveðnum flokkum fyrir sig og reyna að finna út einhvern mynstur út úr því. Já. Ég held að það sé tilvíðanakendara en fólk gerir sig grein fyrir. Já. Og ég held að það sé svona á vissan hátt svona dálítið gangslaust að vera að velta sig mikið upp úr því. Já. En það er bara mín skoðun. Það var eitt þarna sem ég hjó eftir að þú sagðir að sko það væri ekki allir sem kannski þyrðu endilega að segja sinn hug þegar spurt varðandi skoðanakannanir eða í raun bara almennt. Hvernig er þín skoðun á þessu? Þorir fólk almennt nú til dags að tala hreint út, segja sinn hug? Ég held að það sé hægt að svara þeirri spurningu á svona margþættan máta sko. En ég hugsa það að kjósendur Flokks fólksins, kjósendur Miðflokksins sem dæmi, kjósendur Sjálfstæðisflokksins líka. Ég held að þetta sé allt kjósendur sem að svona myndu síður þora að deila með öðrum hvaða flokk þeir ætla að kjósa. Því nú er þetta rætt á öllum kaffistofum bæjarins og landsins þessum myndir. En ég held að allavega mér detta þessi 3 flokkar í hug og þarna held ég að séu kjósendur sem að myndu síður vilja segja fólki frá því svona sérstaklega í svona stærri samtölum frá því að þeir sé fara að kjósa þessa flokka vegna þess að þeir myndu jafnvel upplifa það að þeir fengju talsverða mótspyrnu við því að segja það. Áhugavert. Sem ég finnst synd. Já. Þegar mér veist að það dá að vera þannig að við eigum að bera virðingu fyrir rétti okkar og rétti hvers annars til þess að kjósa en mér veist fullmikil heft í gangi svona varðandi ákveðna flokka og þar meðal okkur, ég var alveg upplifað það. Nei, ég er sammála því, ég hef svo sem ekki séð mikið gagvart flokk fólksins. Jú, það er kannski helst beinist að formanninu. Mér veist bara, þú veist, það er ekki á sama meiði og kannski með Miðflokkinu og Sjálfstæðisflokkinu, þetta er allt misjafnt. En ég hef alveg margsins talað okkar flokk eins og við séum bara hálfvitar og við séum öryrkjaflokkur og við séum hitt og þetta og þetta gerir það verkum að fólk þorir ekkert að vera bá svona því út í svona loftið sko að það sé að fara að kjósa flokk fólksins. En ég er bara opaslega stoltur af þeim kjósendur sem að standa við sitt og segja bara í nafnlausum skoðanakönnunum að þeir sé að fara að kjósa flokk fólksins og fylgja sínu innsæi. Það mikilvægt sem þú hefur sem kjósandi í svona kosningum er innsæið þitt. Þú verður að fylgja því. Já, ég tek ef þú gerir það ekki þá búið við bara í fasistarríki. Já. Nei, ég get alveg tekið undir það. Hefur þú sjálfur fundið fyrir einhverju aðkasti bara svona þú veist, út í bæ? Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að fólk sé miklu svona fólk er miklu hugrakkar á internetinu heldur en í raunveruleikanum og augliti til auglitis og við sjáum það líka í þegar formenn flokkana mætast þá er þetta allt öðruvísi en það sem við sjáum í skrifum sem dæmi. Þannig að fólk svona við erum öll manneskjur og kærleikurinn hann er sterkt afl. Mér finnst nú mjög gaman að sjá hann er ekki vopn heldur afl eins og í kryddsíldinni og svona þegar fólk er nú bara svolítið saman og er að hafa það notalegt og þó að það sé hart tekist á það kemur þetta hiti og það er óhjákvæmilegt en það er ekki sami hiti nú í rituðu málu og við sjáum á internetinu og samfélagsmiðlum og fleira slíku. Það er alveg að hreinu. Já. Það er mjög auðvelt að vera harður á bak við lyklaborðið eins og maður segir sko. Já, þetta er svona það er hvernig var tilvísunin feimin í raunveruleikanum óhræddur á netmiðlum. Já, nákvæmlega. Það var einhver sem sagði þetta. Þetta er svolítið rétt sko. En hvað er það? Þú náttúrulega, nú kemur þú iðnaðarmannastétt. Já. Og hefur verið áhugamaður pólitík og kemur síðan inn í þessa
þessa kosningabaráttu í raun og hefur núna, eins og þú segir, bara tilengað svolítið lífiðinu stjórnmálum og flokksstarfinu. Hvaða ástríðu, hver er þinn drifkraftur í pólitík? Minn drifkraftur, þessa stundina er útlendingamál. Já, ok. Það þarf algjörlega að herða þau. Já. Og miðflokksmenn, þeir sýndu það nú að í skoðanakönnunum þá risu þeir aldeilis upp að þeir voru fyrstu flokkurinn sem þorði að tjá sig þennan málaflokk. Já. Þeir bentu á það að 1/5 af Íslendingum, það er að segja 1/5 af þeir sem búa á Íslandi í dag eru útlendingar sem hafa flutt hingað, ekki útlendingar sem hafa fæðst hér eða búið hér sem eru auðvitað Íslendingar. Þannig að við erum að tala um það að 20% af íslensku þjóðinni er fólk sem hefur flutt hingað inn. Og þetta er þetta rosalega stór tala og ég ætla ekki að segja hún sé allt og stór en ég ætla samt að segja ef að þróunin heldur áfram að vera eins hröð og hún hefur verið síðustu ár þá fer þetta bara úr böndanum. Ég meina til hvers erum við þá annað borð með landamæri ef við ætlum að hleypa öllum hingað inn sem að vilja búa hérna þannig virkar ekki hugmyndafræðin landamæri. Ég meina ef við ætlum bara að hleypa öllum að allstaðar í heiminum af því að fólk vil fá að setja starfar og búðar af því að það er aðeins verið kjör annar staðar eða verið aðstæður. Ég veit alveg að það eru dæmi það, þetta þurfa að hleypa einhverjum inn. En ég er ekki að tala um það, ég er að tala um að standa í veg fyrir þennan rosalega straum. Fólk er ofta að blanda þessu saman sko, það er að segja flotta fólk og hælisleitundur annars vegar og svo innflytjendur hins vegar að miklu leyti innan úr EES-svæðinu. Hvernig lítur þú á þetta sem í raun bara svipa eða sama hóp eða eru þið með sko Þetta er auðvitað ekki sami hópur. Alls ekki. Það þarf fyrsta lagi þarf að flokka þessa hópa og ég veit að útlendingastofnun gerir það. Hjá útlendingastofnun vinnur opaslega gott fólk sem að sinnir held ég einu erfiðasta starfi sem hægt er að sinna á þessu landi. Hefur þú eitthvað kynnt þeirra starfsemi eða? Ég bara þekki til fólk sem hefur unnið þarna, fólk sem hefur þurft að hætta þarna af því það bara hreinlega ríði ekki við að vinna þarna af því að það bara, ég fannst það bara of erfitt og ég skil það bara mjög vel. Þetta er bara mjög erfitt. Þetta er gott fólk en þetta er að gera hluti sem að verður að gera en er sárt að gera og ég veit það líka að það er verið að þurrka út fólk sem er að koma hérna frá einhverjum löndum, kannski í Austur-Evrópu, það er verið að þurrka út þar hefur tekist að þurrka út sem sagt sakavottorð og önnur gögn með árangursríkum hætti þannig að það er ekki hægt að sjá neina upplýsingar þetta fólk þegar það sækir hæli þetta. Ok, er það tala um þá eins og bara að glæpamenn myndu þá villa fyrir? Já, það er alveg dæmið það að glæpahópar frá Rúmeníu fólk og glæpahóp frá Rúmeníu hafi komið hingað og verið með algjörlega autt blað. Það er að segja gögn sem að finnast ekki. Það er öðruvísi, það er munur á því að vera með hreint sakavottorð sem er staðfest í gagnagrunnunum og vera svo með engar upplýsingar. Það verðist bara verið búið þurrka allt út. Það er bara ekki neitt. Það er ekki hreint sakavottorð, það er ekkert sakavottorð. Og hvernig lítur Útlendingastofnun á það? Það er bara, til að byrja með, náttúrulega er það bara mjög erfitt að fást við það og fólki er hleypt inn. En svo sjáum við dæmið það að glæpatíðni er aukast og við erum að sjá að rúmenskir glæpa og bara hafa verið að koma sér fyrir hérna, fara í ránsferðir og fara jafnvel um all land. Það voru nokkru gómaður á Selfossi. Þeir brutust inn í svona útivista svona fatavöruverslun og einn af þeim var komin í einhverja 8 svona úlpur og bara búin að klæða sig í þar. En það voru svona segla, svona þjóðvarnaseglar í úlpunum. Þannig að hann festi sig í hérna þjóðvarnakerfinu sem er við inngangin eins og er ofta á fattabúðum hliðinu akkurat og hann gæti ekki losa sig fyrir lögreglan komin á svæðið. Þetta er nú kannski ekki heldur klárustu og glæð menn. Nei, þetta er svona eins og ykkur bjarnabóar bara. Auðvitað viljum við ekki fá þetta. Nei, þetta er náttúrulega rosalega erfitt að eiga við þetta þarna er fólk af Evrópusvæðinu sem er að koma hérna. Þetta er dæmið það, Já, og ég meina Evrópa er sko
eða evrópska efnahagssvæðið svolítið stofnað og svo Evrópusambandi svolítið stofnað í kringum það að það sé engin landamæri og fólk geti flutt, að ég og þú getum flutt til Spánar á morgun og farið að vinna og hvaðina, en svo náttúrulega eins og þú segir, þá getur þetta betur það er nú Spánverjar eru alveg vittlausir á túrisma og ferðamönnum. Þú getur bara að lesa það. Er þetta að tala um þá Spánverjar sem búi hérlendis? Nei, Spánverjar á Spáni. Já, á Spáni, já. Að það er of mikill túrismi í Spáni. Já, bara Spánverjum finnst það. Já. Það eru bara kannanir sem sýna það. Ok, og nú er þetta tvö mál. Hvað myndu þið í flokki fólksins vilja gera varðandi landamærin? Minnka strauminn, til að byrja með. Við verðum að minnka strauminn. Við verðum að gera það til þess að hægja á þróuninni. Okay. Þetta viljum við hlaupa öllum aðeins sem kom hingað. En við verðum að minnka strauminn. Við verðum að byrja á því. Við verðum að grípa í tauman áður en það fer úr böndunum. Við getum ekki beðið eftir því að fara úr böndunum og farið svo alltaf laga eitthvað, því þá verður það miklu erfiðara. Og þetta eru aðgerðir sem eiga við hælisleitendur annars vegar og innflytjendur af Evrópusvæðinu hins vegar. Þar á meðal glæpagengi frá Rúmeníu. Já, bara við með alla. Bara við með alla, já. Alla sem vilja koma hingað og búa hérna í okkar frábæra landi. Eru þetta meiri lögregluheimildir eða bara strangara landamæra eftirlit? Ég held að þetta sé strangara landamæra eftirlit fyrst og fremst. Já. Ég held að Útlendingastofnun sé lykilstofnun í þessu samhengi. Hún er náttúrulega núna staðsett í Kópavogi og fær bara málin til sín bara bréfleiðis eða gerum tölvupóst. Myndirðu vilja setja upp einhvers konar síu á Keflavíkurflugvelli? Auðvitað þarf að setja upp síu, það er bara gefur auðvitað leið. Annars mun ekki takast í þessum málflokki. Ef það er engin síja þá bara, þetta er alveg svo að elda og ert ekki með sikti, þá rennur alltaf bara allt í gegn. Já, það er mitt. Þannig að þú þekkir það nú eldamæskunni. Já, búin að sjóða pasta og svo hellir við kannski bara öllu í vaskinn. Já. Nei, það er áhugavert, ég er náttúrulega tala af reynslu því að kona mín er frá Japan og mér finnst alltaf áhugavert þegar við förum í gegnum Finnland á leiðinni frá Japan til Íslands og þá get ég valsað bara beint í gegnum EES eða Schengen hliðið og það er einhver svona biomarkerar og einhverjar myndavélar og svona og þá er bara tekið mynda mér og ég bara fer beint í gegnum, þarf ekki að hitta neitt. En hún þarf að fara í röðina með öllum öðrum frá korti sem þau séu frá Afganistan eða Kína eða þú veist og fara í langa röð og bíða eftir því að fá stimpil og svona. Já, ég þekki þetta nú líka frá öðrum svæðum. Ég meina þegar ef ég er að ferðast til Singapúr, þá er alveg sama með mig. Ég er að koma frá Íslandi, ég er að fara til Singapúr, þá fer ég í þessa röð sem þú ert að tala um. Og meðan að heimamenn fara í hina röðina. Hefur verið mikið þar í Asíu eða? Nei, ég fari bara nokkra vinnuferðir þarna til Singapúr. Það eru svona ljósaperur sem að vorum að flytja inn. Ok. Þannig að þú ert tengist bara minni fortísir afverkið. Já, varstu þá eitthvað að stunda heildsölu eða? Já, við stundum heildsölu og það gekk bara mjög lettur og svona, við vorum eiginlega, ég og kollegi minn Fannar, við vorum fyrstir með svona sparperur, svona ákveðna tegunda sparperum sem heitir Klímax og spara fínar, spara bara þetta er eins og sparperur, bara eins og við þekkja þær. En lýsa mjög vel afskaplega fínar en ég ætla ekki að vera að auðvitað þær hérna. Nei ég mér finnst það bara áhugavert ég hef ekki verið í Singapúr fyrir áhuga saman, þá er hægt að fá Klímax-perur í svona, það er hægt að fá það í rafverumarkanum. Þetta tengir svona orkuskiptunum, fólk er alltaf að tala um orkuskiptin. Jú, þetta er svona ágætis fletta hjá þér þar. Já. Þetta tengis kannski beint inn í orkumálin. En við viljum ekki alveg að fara í orkumálin alveg strax. Það var við vorum að tala um útlendingamálin þar að segja innflytjendur og hælisleitendur annars vegar og auknar heimildir til lögreglu á landamærunum og strangara landamæra eftirlit. Svo vorum við að tala um túrisman á Spáni og það er kannski bara önnur umræða því núna er túrismin stærsta útflutningsvara Íslands, það er að segja þetta er stærsti útflutningsiðnaður, gjaldeyrisiðnaður. En við erum ekki að tala um túrisma, við erum að tala um innflytjendamál og þetta hangir svolítið saman Já, það finnst mér, þetta hangir þetta saman kannski einhver leit, en mér stór munur á því að fólk komi ykkar sem ætla að koma ykkar í 2 vikur eða 3 vikur eða eitthvað þvíumlíkt versus fólk sem ætla að koma ykkar og setja betur sín skóla hérna og setja stað hérna. Og ertu þá að tala um eitthvað annað sé betri en hitt eða físilegra?
Nei, minna það náttúrulega bara við erum ekki að taka við fólki sem að kemur hér í frí. Það kemur í frí og svo fer það heim. Já. Það var heima annars staðar en hér. Já. Þannig að það segir nokkuð sjálft að túristar eru túristar sem koma hérna bara mjög tímabundið og svo eru þeir farnir. Já. Nei, að því þú nefnir bara eins og með Spána þar sé þetta allt sprungið. Já, ég sagði ekki að vera sprungið, ég sagði bara Spánverjar eru almennt síðan orðnir þreyttir á túrismannum. Já. Það svo sem hefur ekkert með Ísland að gera sko, ég var bara svona að nefna þetta. Já. Þannig að þið í flokki fólksins eru þá hlynnt því að ferðamanna iðnaðurinn fái að blómstra áfram í óbreyttri mynd. Já, ég myndi segja það. Já. Ég myndi segja það. Við auðvitað erum við saman í flokki, við öll sem erum í þessum flokki. Já. Og fólk í öllum öðrum flokkum er saman í flokki, það þýðir ekki að fólk sé saman allt í einu og öllu. Nei. En svona almennt séð þá erum við ekki að tala mikið ferðamanniðina en það sjáum við engin vandamál þar. Nei, ég hef heyrt að Píratar hafa talað það að reyna að minnka, sko að þá talar straum á landamærunum. Píratar segja að við viljum fá færri ferðamenn, við viljum minnka þann straum af ferðamennum sem kemur til landsins. Og þá segja Sjálfstæðisflokkurinn það er erfitt að fara krukka í því, þarna eru markaðsöflin sem ráða. Hvernig ætla þeir að krukka í því? Já, ég tala nú ekki fyrir Pírata en það er ekki hluta þeim. Nei, þetta er mjög áhugaverð hugmynd. Já, þau voru að tala eitthvað, til dæmis að taka fyrir það að fólk sé að leigja út 3. eða 4. íbúð sem Airbnb, að setja það einhverjar hömlur á það. Já, ég held að það mun ekki draga úr straumferðamanna hingað, það mun kannski bara endurkastast í að fleiri hótel verið byggð upp. Þannig að ég held að Airbnb sé nú að fær okkur ansmækar lausnir hvað það var þar út í það farið. Já. Það er búið að reisa mjög mörg hótel, á tímabili var það náttúrulega of mikið en það hefur aðeins dregið úr því og það er Airbnb ákveðat því að þakka. Svo það er kannski líka ágætt fyrir fólk sem þetta er ekki bara fólk sem að þrjá fyrir íbúðir. Nei. Ég er nú yngri frængur sem er að samla pening, hún var bara svo lökulega að fá aðstoð frá foreldrum, keypti sína fyrstu íbúð en hún er stundum að leigja sína íbúð út í Airbnb og svo býr hún bara hjá mamma og pappa með hann. Þetta er ágætis tekjulinn fyrir hana. Ef fólk er bara með svona eina íbúð þá er það bara eina, tvær. Þá er þið besta maður. Ég hef nú gert þetta og farið. Ég meina talað Spán. Mikið unga fólki sem gerir þetta. Já, við konan förum oft til Spánar og erum þá að leigja út á Airbnb á meðan. Já. Og komum ég vel bara út í plús sko. Já, þetta er nefnilega þessu sniðu. Mér finnst það. Já. Ég held að við séum alveg samanlega hérna. Þú ætti nú bara að kíkja til okkar. Er þetta stórt mál hjá ykkur? Nei, mér finnst bara við erum að tala í sama straumi. Já. Ég ætlaði nú bara hvernig til þess að kíkja á kosningaskrifstofuna til okkar. Ok, já. Opin til 20 alla virka daga, svona eins og allar aðra kosningaskrifstofa þessu dagan og ég hvet allar sem er að hlusta líka til þess að kíkja á okkur. Já, nú fyrir hver að vera síðastur að því að nú er Jú. Bara vika 10 daga til kosninga. Eður hingrað aðeins, aðeins. Þessi þáttur er í boði Bíóparadís sem er besta bíóhús í heimi og það eru 2 myndir sem ég vil kynna fyrir ykkur í dag. Númer 1, Hygge eftir Dag Kára. Dagur Kári, íslenskur, fæddur í Fraklandi. Íslenskur leikstjóri, hann gerði Nóa Albínóa og þetta er sem sagt ný bíómynd. Ég ætla bara að lesa hérna aðeins smá lýsingu. Þetta er finnasta matabóð sem þú hefur farið í. Leggið símana á borðið og deilið öllu með gestunum. Hljómar kunnulega, jú, af því að þetta er einmitt er að ræða danska útgáfu af ítölsku kvikmyndinni Perfetti Skonoskjúti. Lykt og villibráð var íslenska útgáfan. Þetta er sem sagt dönsk útgáfa af bíómyndinni Villibráð sem var sýnd á Íslandi fyrir nokkrum árum og sló rækilega í gegn og hér er hún komin í Bíóparadís á dönsku en sprenghlægilega einhvað síður. Þetta er mynd eftir Dag Kára og hún fer í sýningu núna bara 27. nóvember. Ég veit nú ekki alveg hvernig þessi þáttur kemur út, það skiptir ekki máli. Hygge í Bíóparadís og síðan er það gott fólk jólaævintýri dýranna.
Þetta er reynda mjög góð pæling sko, því að þetta eru hugljúfar og dásamlegar sögur, töfrandi ævintýri norðurslóðir þar sem norðurljósin tindra. Gleði og töfrar jólanna fléttast saman í 5 sögum eftir 5 evrópska kvenleikstjóra. Þetta eru 5 sögur. Mér finnst alltaf gaman þegar það eru teknar saman svona 5 mismunandi sögur eða þið veitir, nokkra stuttmyndir og gerð mynd úr. Og ég held að þetta sé nú einhverju leyti sko teiknefni, en þetta er allavega svona, þið veitir, jóla, ævintýra, eitthvað hugljúft, nice, feel good stuff og stutt. Þetta er bara 72 mínútur ef ykkur langar að sjá evrópskt jólaefni á íslensku í Bíóparadís sem hendar yngsta aldurshópnum. Það má kannski taka það fram, það stendur hérna, hún hendar yngsta aldurshópnum. Ef ykkur langar að fara með krakkana í bíó, farið þá í Bíóparadís, kíkið á jólaævintýri dýranna. Þetta minnir mig á jóladagatölin í gamla daga, munið eftir þessu, Birta og Bárður, það kannski var stundin okkar endar, Pú og Pa, hvað er Völundur, Jesús og Jósefína, allt þetta góða stöf. Þetta er örugglega eitthvað í anda við það. Ok, þetta er allt og löngu auglýsing, en kíkið inn á Bíóparadís fyrir frekari upplýsingar. Síðan er það gott fólk, heimsendafjölskyldan, það er fólkið sem borgar mér laun fyrir að gera þessa þætti fyrir ykkur og þið hin sem borgið ekki laun sem er að hlusta ókeypis. Tjekkið á patreon.com/heimsendir, þar er fullt af góðu stöfi. Það eru 3 loftsteinar í heimsendafjölskyldunni, það eru þau, Þorgeir Pálsson, Discover True North og ein skilaboð til alheimsins. Maðurinn er laginn við að lista upp vandamálin sín, en hann kann illa að reikna hamingjuna. Þetta eru auðvitað Fjodor Dostojevski, okkar maður. Og já, takk fyrir stuðninginn og enn og aftur, þið hinn sem eru ekki í heimsendafjölskyldunni ennþá, kíkið inn á patreon.com/heimsendir. Já, eins og segi, það eru 10 dagar til kosninga. Eru þið verðið náttúrulega með einhverja kosningavöku og Já, við erum með hana. Já. Og húnumhæng, hvernig er það? Eins og, ég meina, þið eru nú ekki að fara að spreyja kampavín upp með alla veggi eða hvað, eru þið ekki svona lágstendari? Já, ég myndi nú segja að við spreyja kampavín með alla veggi, við lefum okkur nú bara að fagna ef að vel gengur og líka bara fagna góðri vinnu. Já. Þetta er bara auðvitað verður haldið partí. Já. Við getum alveg left okkur að gleðja. Þú ert nú iðnaðarmaður. Þó við séum, já, ég er það. En við getum left okkur að gleðjast. Þó svo við sem að berjast fyrir bættum kjörum, fyrir öryrkja og aldraða og fleiri mætti telja sjálfsögðu. Já. Eitt sem ég langar að spyrja hérna fyrir ekki að ég gripin sko, það er bara að því að áðurum við klárum þessa umræðu um útlendingamálin eins og þau hafa oft verið kölluð þá hérna varum við bara að hugsa til þess að það daginn þá að vera að tala sko svona mismunandi menningar heima að koma saman og hvernig erfitt gæti reynst að takast á við menningar mun. Nú þekki ég þetta sjálfur, ég er búið mikið í Japan og veit það bara á eigin skinni að það er mjög erfitt það getur verið erfitt að aðlagast samfélagi þar og þar er talað aðlögun, hér er talað inngildingu. Hvernig sér þetta fyrir? Eru þið með skýrt plan hvernig hægt er að ég kann kannski ekki alveg á þetta orð inngilding en aðlögun? Nei, en inngilding finnst mér alveg ágætis orð. Já. Og inngilding held ég bara mjög mikilvæg en ég held að við séum komin allt og langt í því að inngilda. Held við séum komin svona, við erum að leggja allt og mikla áherslu á það og við erum að forsera hana dálítið og það þá fellur eiginlega inngildingin svolítið sjálfa sig finnst mér en inngildingin þarf að vera einhvern veginn gerð í svona réttum skömmtum og réttum skrefum en hún er bara af hennu góða, ég tek það fram. Þetta er oft aldrei erfitt að fara í þessar svona samræður við marga af því að suma, segi ég af því að sumir sko þegar maður ætlar að fara að draga úr einhverju sem heitir inngilding þá hugsa allir, þú vilt þá kannski bara enga inngildingu og það er alls ekki málið. Við viljum inngildingu en við viljum bara gera hana á réttum forsendum og í réttum skömmtum og við viljum ekki forsera hana á fólk í ofstórum skamti. Ertu með dæmi hvernig hún hefur verið ofnýtt? Já, mér finnst bara við erum orðin svo
farin að sýna svo mikla heift í því hvernig við að ávarpa fólk og hvernig við að svona, það er alls konar nýja reglur sem að margir virðast láta með að séu bara komnar og settar og ef þú fylgir ekki þessum reglum að þá ertu rasisti eða þú hatar ákveðna minnihlutahópa eða eitthvað svona og þar með finnst mér fólki sýnt svo mikil heift en ekki kannski bara gefið tækifæri að fá að læra þetta svona á sínu hraða og í kærleika. Mér finnst þetta vanta svolítið í samfélagið okkar í dag. Ég er ekki alveg að tengja ég veit að það eru margir sammála með það. Já, ég er ekki alveg að tengja áttu þá við inngildingu varðandi útlendinga eða inngildingu varðandi Íslendinga? Ég er að tala inngildingu varðandi allt. Já. Kynmál, útlendinga. Þú ert að tala svona hán, hún, hán, dæmis, þetta er bara allt þetta, já. Að það sé verið að setja fólki svona heftarlegar kröfur, já. Þú færið ekki sko knýr ekki fram kærleika með hatri. Nei. Það er bara svoleiðis. Þú nefndir fasistaríki hérna áðan að þetta sé þá einhver svona kannski hænu skrefi. Nei, ég nefndi bara fasista tilburði sem að, þú veist, þetta er sterkt orð en þetta er það samt. Þetta er það samt þegar þú ert farin að neyða þá ertu að sína fasista tilburði. Þannig að þú vilt þá merking orðsins. Þannig að faski og svona. En ertu að tala hérna þá bara sína meira umburðarlyndi? Já, sína meira umburðarlyndi og meira kærleika, við þurfum það og hérna og sérstaklega frá fólki sem að er þá kannski að telur sig vera að berjast fyrir kærleiksríkara samfélagi. Að gera það ekki að heift. Nei, það er nú reynda mjög góða punktur Já, það finnst mér. Ég veit að þetta er nú bara svolítið líka bara kristilegt Já, þetta er kristilegt líka bara þetta er bara nákvæmleikur og ég held að það sé mjög margir samanbyrð, það sé mjög margir líka sem hugsa þetta. Það sé mjög margir sem hugsa þetta og finnst vera svona, það er alltaf við sjáum þetta í fjölmiðlum, við sjáum þetta á netmiðlum og samfélagsmiðlum og öllu þessu að fólk leyfir sér allan fjanda þar og leyfir sér að vera svo ofboðslega reitt og ljótt við hvort annað og svo eins og ég nefndi að svo rennur það 2 grímur þegar það er að mæta einhverjum augliti til auglitis. Það sjatnar svolítið Nei, ég held að við séum nú öll svona nokkuð þægileg bara inn við beinið Ég held það líka, við erum það náttúrulega. Ég get ekki nefndi neitt sem er það ekki. Nei. Það er nefnilega alltaf heila máli. Það er alltaf, það er bara þannig. Það er enginn sem er ekki góður inn við beinið. Nei, nákvæmlega. Og maður þarf að byggja á því. Því það er falleg hugmynd. Já, ég er sammála því. Og falleg staðrind, ekki bara hugmynd, þetta er staðrind. En hvað var það svona eins og að útlendingar læri íslensku og tilengi sér kannski allavega grunnskilning á íslenskum gildum og íslenskri menningu? Það er ofboðslega mikilvægt, Það er alveg ofboðslega mikilvægt. Af því að til hvers er íslenskan þá, annars? Ef við ætlum ekki að kenna fólkinu sem ætlar að setjast hér að búa hér og vera íslendingar. Þá verður það að kenna þeim íslensku. Og eru þið með einhver skýr plön, nú er samfélkingin alltaf að tala um plön? Já, við erum með plönið sem við verðum að segja, við verðum að draga í taumana. Við verðum að byrja á því. Byrja á því, vegna þess að þróunin hún er að gerast allt og hratt. Og hún mun 15-faldast á næstu 5 árum. Ef að ekki verður gripið í taumana, ef þetta heldur áfram að sama hraða þetta hefur verið að gera. Og þá verður allt komið úr böndunum. Og ef að ekki verður gripið í taumana þá er það bara orðið á seint að laga aðstæðuna sem er orðnar eins og þær eru núna. Þá erum við að fara að laga aðstæður sem eru orðnar allt öðru svo miklu verri og miklu erfiðari. Þú áttu þetta sé bara eins og svona snjóbolti sem bara heldur áfram að vaksa og vaksa. Það er það. Ef að straumurinn eykst með árunum, þá getur við bara séð það hvernig hann mun halda áfram að aukast. Svona sirka bát. Nei, það er alveg rétt Já, mér finnst þetta alltaf áhugavert af því ég er náttúrulega, eins og þegar ég var í Japan þá þurfti ég að læra japansku og ég þurfti að læra inn á japanska siði, japansk viðmið og gildi en frekar en ég hafi þurft að gera það þá kom það sér mjög vel fyrir mig. Já, ég meina, ég get alveg sagt að
þegar ég fór til Singapúr þá langaði mig bara að læra þeirra mál, það er alltaf enska þannig að það voru vel fyrir mig Nei, ég segi svona, þetta er bara grín en það eru fleiri tungumál já, en ég get alveg sagt að þú veist ef ég fyrir til Spánar eða ef ég fyrir til Ítalíu þá vil ég læra að tala tungumáli mér langar til þess að aðlagast mér langar ekki að koma þangað til þess að geta bara verið Íslendingur mér langar að geta blandað inn og verið hluti af það er gaman að heimsækja ólíka menningar heima það er það og það er gaman fyrir fólk líka að heimsækja Ísland það er það, já og þannig á það að vera já, algjörlega og það er bara hitt besta mál já. Þannig að þið eruð bara í raun að segja að það til að geta til að geta sýnt umburðarlyndi og til að geta bara komið vel fram við fólki á Íslandi þá þurfi svolítið að aðgangsstýra landinu það verður að gera það, já, ef við ætlum að taka á þessu almennilega þá verður að gera það er alveg hreinar línur annars fáum við það í bakið það er bara þannig, það er ekkert flóknara og svo er þetta alltaf þannig við höfum lent í þessu í öðrum málaflokkum bara svona ef við lítum yfir síðustu ár efnahagshrunið og annað að það er dæmið að við gripum ekki tömjana nógu snemma og svo gerðist það og þá skipti engu máli hvað einhver hópur af fólki var að segja við verðum að grípa í taumana en það er allt öðruvísi þetta, við sáum þetta ekki fyrir við vorum að tala um það, við sáum þetta fyrir 4 árum en þetta er allt öðruvísi, segir fólk alltaf það er auðvitað að vera vitur eftir á þetta er alltaf að endur taka sig sko og þeir sem að sína mesta heftina núna í garð þeirra sem vilja taka í taumana þeir munum segja ef, vonandi ekki að þetta verður allt komið í böndunum þá maður segja, já þetta er allt öðruvísi en það sem þú varst að tala um, það er bara ekkert öðruvísi það er alltaf hægt að vera vitur eftir á sko og það eru allir hæstnar ég og þú þar með tali líka það muna það ég segi það í kærleika það er áhugaverð skilum allir hæstnarar það eru allir hæstnarar svona einhverju leiti ég veit ekki að segja þetta kannski eins svartri mynd og ef ég myndi skrifa þetta inn á netmiðlum en ég segi þetta með bros og vör við sitjum öll saman borðið og maður sér, þegar maður er svona auglitið til auglitist þá sér maður að það er ekki illt bein sko við sitjum öll saman borðið við erum öll manneskjur og partur af því að vera manneskja er að vera hræstnari það er að segja eitt og meina eitt en get ekki alveg fyllt í eftir alltaf það er breyskleiki mannsins við erum öll haldin þeim breyskleika það er áhugavert að pæli því sko og halda því til haga sko, Eiður, ef við skiptum aðeins gír hérna þú varst búin að segja við mig áður við byrjuðum hérna að þið væru með svona verkaskiptingu innan flokksins og það væri kannski ekki allir í öllu en er eitthvað sem brennur á þér varðandi efnahaginn, orkumál, umhverfismál, lagseldi ég voru lélur í þessu þegar við fyrir að telja svona marga flokku upp í einu sko nei bara er eitthvað af þessu sem þú ert svona annað en útlendingamálinn sem þú brennur svolítið fyrir ef við tökum bara orkumálinn til dæmis þá er ég svona mitt persónulega helsta sko málir þessar vindmyllu hugmyndir á hvern háttinn? Á þann háttin að það er bara búið margsanna það að ef út með vindmyllur þá kemur plastögnum út í loftið sem að gera vonda hluti fyrir umhverfið Það þarf af vindmyllunum sjálfum? Já Þær eru það bara grotnað niður í Það er grotnað náttúrulega niður þetta er eins og bara hvert annað efni sem að snýst á ógnarhraða endalaust það er valda meiri skaða fyrir umhverfið heldur en þetta er eiginlega svona tímabundin lausn þetta er eins og ég líki oft vindmyllunum við fróðuna sem þú setur í dekkin á bílunum þegar dekkin springa og verða loftlaus þá er svona fróða sem þú getur sett í dekkið sem að harðnar til þess að þú getur keyrt bílinn á næsta verkstæði en þú getur ekki keyrt, þú getur ekki látið bílinn ganga á þessari fróðu. Nei, svo þetta er ekki bara búið. Vindmyllan er bara fróða í dekk. Einmitt. Þetta er bara saman hluturinn. Ég hef nú ekki heyrt þetta með... Tímahlutföllinu kannski aðeins ögnaður vísi en það er alltaf saman niðurstaðan. Einmitt. Ég hef ekki heyrt þetta með plastagninnar. Ég hef heyrt sko eins og með fuglalíf að það hafi nú ekki góð hlut að segja um vindmyllur. Nei. Og fuglar verða fyrir barðina á blöðunum og svo náttúrulega talar fólk um sjónmengun, fólk á bústað, þú veist, yfir heklurætur. Ég held að þetta er allt rétt sem þú ert að segja. Ég held að plastagnirnar séu stærsta vandamáli. Er það að tala um að það sé bara
bara sko ákveðið spilliefni fyrir náttúruna Það er spilliefni fyrir náttúru og menn. Menn koma til með að anda þessu að sér. Þetta fær í loftið bara. Þetta eru þar smáar agnir, þar setja stað í lungunum og þar komast ekki út. Er þetta það sama eins og það hefur verið að tala um svona mikroplastik í sjónum og fiskurinn uppfullur þetta er bara plast. Plast er bara plast og þetta er alveg að sama með því. Þegar það er í sjónum þá erum við ekki andað á okkur, en þegar það fer út í andrúmsloftið þá þetta ferða út í sama loft og við erum að anda á okkur. Já, ég hef ekki hérst þetta sko, en þetta er áhugavert. Nei, þetta er alveg dagsætt, þú getur bara googlað, þetta er bara eitt Google, þá sérðu þetta. Ég var sko, það var áhugavert, ég var hérna að leigja, ekki Airbnb-rutar, en ég var að leigja íbúðunum minna þegar ég bjó í Japan og ég var að leigja Pólverjum íbúðuna og hún var hérna, stelpan var einhver geislafræðingur eða eitthvað slíkt, hún var að vinna þarna á Landspítalanum og svo var strákurinn, kærastinn hennar, hann var sem sagt vann við það að gera við vindmyllur nema hvað það voru bara engar vindmyllur á Íslandi þannig að hann hafði ekkert að gera sko. og svo enduðu þau á því að flytja eftir 1 ár til Evrópu þar sem eru vindmyllur hann fann eitthvað vinnu sko. Nei, það er ágætt en það er samt deginum ljósara maður hefur bara heyrt það flokkarnir tala um þetta og stjórnmálinu sko, að það er deginum ljósara að það þarf að virka og það þarf orku og þú vilt ekki svo vindmyllur. Nei. Er eitthvað annar kostur? Já, ég er bara ég get ekki sagt að ég sé með lausnir þar og ég veit að þar er bilbúið að finna á mér sem frambjóðanda, ég veit það þetta ámar að hafa lausnir en ég veit allavega það sem ég get sagt og það sem ég mun segja og standa við er að vindmyllur eru ekki lausnin og það er allavega svona sem stendur það mikilvægt sem ég hef að bera á borðið í þessum málflokki. Já, þú ert allavega kannski búin að fækka valmöguleikunum 1. Já, allavega valmöguleika sem er mikið í umræðunni. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt að í orkumálunum það er auðvitað mikilvægt að koma með hugmyndir en það verður líka að gagnrýna þær hugmyndir sem verður að koma með. Jú, það er alveg rétt. Það eru margir flokkar sem tala fyrir vindmyllum og eitthvað svona. Já, gagnrýna og ekki gagnrýna, bara skoða þær og skoða kostin og gallana. Það er miklu fleiri gallar við vindmyllunar heldur kostin. Og heldur þú, hefur reynslu af því að Evrópa hafi sé að koma illa undan þessari vindmyllu? Það er bara rannsóknir sem sýna það að meðalaldur þjóða sem er búin að vera með vindmyllur í marga áratugi hefur bara lækkað. Já, ok. Þannig að það er nú bara, getur séð það svart á hvítu. Já, þetta vissi ég ekki og þetta er svona svolítið svört mynd sko sem maður hefði ekki alveg séð fyrir. Er eitthvað annað sko, minnst nú svolítið fyndið, það er kannski ef við líkjum þessu við forritun þá ert þú svona í framöndanum sem rafvirki og svo er orku fyrirtækin í bakendanum en er eitthvað annað svona eins og í efnahagsmálum sem þú ert svolítið að skoða? Já, ég finnst að við ættum bara aðeins að bíða og sjá með Evrópusambandið og skiptir í evruna ég veit að margir vilja gera það en ég held við að bíða aðeins og sjá Þannig að þú ert ekki að hafna því heldur? Nei, ég er hafnaði núna, jú Já, þú ert að hafnaði núna, í bili? Já Ég veist að við getum aðeins beðið og séð það er ákveðið pottlokk sem er svolítið að bubla núna í Evrópu núna og það er svona tilfinningi mín að það er eitthvað að fara að gerast í efnahagsmálunum ég held að það sé að fara að koma að kreppa ég held að það sé mjög stutt í það ég held að það muni byrja í Bandaríkjunum og ég hugsa að við þurfum ég held að vera skynsamlegt fyrir okkur sem eigum auðvitað, þetta er ekki sterkur gjaldmiðill enda erum við lítil þjóð en höfum okkur eigin gjaldmiðil en ég held að það gæti mögulega unni með okkur þegar að þessi efnahagskrísa ríður yfir sem að mér finnst mjög mögulegt að gerist á og ég tala næstu 2 mánuði finnst mér ekkit ólíklegt. Það er nú bara fram að því að Donald Trump tæki við sem forseti á nýjan leik. Já. Það er mjög áhugavert að því að ég held að það tengist getur tengst í mjög mikið. Markaðir og Bitcoin og hlutabréf hafa nú bara farið upp á öllu valdi eftir að hann var kjörinn. Heldur þetta sé þá bara einhver búbla sem sé á leiðinni í þrótt? Ég held að þetta tengist allt. Ég held að tengist allt að það að Bitcoin hefði farið upp eftir að hann sigraði. Sá ágæti maður
reyndar sem að hefur fengið svona sinnskerf og ósangjandri gagnrýni líka. Hefur mikla mætur á Trump? Já, hann allavega ekki það skrimsli sem að svona margir vilja meina. Við erum átt okkur því hvaða búa margir í Bandaríkjunum. Það virðast svo ekki gleyma því. Halda allir þetta séu bara einhver örfáir heimskir einstaklingar sem að kjósa, en það bara alls ekkert málið. Þetta 400 milljónir. Já, það er nefnilega málið. Þannig að maður þarf kannski aðeins að líti það að maður einhver Íslendingur að tjása það hvað hann mikið skrimsli. Það er ágætt að skoða aðeins hvað að búa margir í Bandaríkjunum og það búa fleiri þar en við getum reynilega gert okkur grein fyrir. Íslendingaheilin nemur ekki þennan fjölda sem Bandaríkjunum eru. Þessi kjósa Trump. Þetta eins og kannski bara maður sem starir upp á stjörnuhiminin og verðir fyrir sér milljónir stjarna. Já, þetta eins og fátæklingur sem allar hann að ímynda sig hversu mikla peninga Elon Musk eða Jeff Bezos eiga. Já, hann getur það ekki. Það er ekki handan hans skilnings. Já, hann getur það ekki. Nei, þetta áhugavert. Hefur þið verið mikið í Bandaríkjunum? Nei, ég hef ekkert verið mikið þar. Ég hef farið 2 svar. Já, fann New York í bæði skiptin. Já, og þeir segja nú Bandaríkjamenn að hafi komið til New York þá hafi nú ekki alveg komið til Bandaríkjanna. Nei, ég er nú bara að segja að þetta einhver síðan svo staðu sem ég hef komið til. Já. Og kunnir vel við þig þar? Já, þannig. Þetta var nú bara svona skemmti ferð. Já. Og maður var svona, þetta bara, maður gerði svo sem alltaf sama maður gerir í svona stórborgarferðum, maður fyrir fínt út að borða og svo fyrir maður á flotta staði og fyrir kannski á listasafni eða eitthvað og maður nennið því ekki alltaf. Já, við kannski tókum það aðeins vettir en til að klára þetta, ertu sem sagt að segja að Donald Trump þegar hann tekur við sem forseti á nýjan leik þá mun bara blasa við honum þrotabú Bandaríkjanna? Ég held að efnahagskreppa hafi verið svona yfir vofandi yfir okkur í ansi langa tíma. Já. Okkur, þá segir bara okkur, heiminum, Bandaríkjunum og Evrópu. Og ég held núna að þetta spila allt inn í, allt sem gerist, allt sem breytir landslæginu. Það að Trump hafi verið kjörinn breytir landslæginu og það mun hafa sín áhrif. Og ég skal ekki fara út í það hvernig nákvæmlega, ég náttúrulega ekki sérfræðingur í því en þetta mín tilfinning, þetta þetta bara spákaupmennska, það það sem þetta heitir. Sumir vilja fara í veðmál og fjárhættuspil. Aðrir vilja fara í spákaupmennsku. Sumir setja sér saman hlutunum, bara orðaðir öðruvísi. Mér finnst það alveg skemmtilegt. Já, þetta smá svona orðarleikur eða svona. Já, áhugavert. Ég veit ekki, ég persónulega nú kannski ekkert mér finnst Evrópa mjög skemmtilegt svona viðfangsefni og ég vil Evrópu mjög vel. Ég vona að þeim gangi vel að rífa sig upp úr þessari krísu en ég er sammála því að það kannski er verðt að bíða aðeins með inngöngu og eitthvað slíkt. Já, ég held að það sé alveg rétt. Það er eitthvað að fara að gerast. Það er bara þannig. Við þurfum að bíða og sjá. Þetta er ekki rétti tími núna. Nei, ég held að þetta verði ekki mikil krafa Þú nefndir listir eða listasafn. Nú er mín stétt leikara og kvikmyndagerða fólks búin að vera að berjast hart fyrir auknum útgjöldum sem sagt úr ríkissjóði til listana. Hvernig hafið þið í flokki fólksins hugmyndir að mæta þessum kröfum? Við viljum byrja á því áður en að því að okkur er mjög andum þennan málaflokk og alla þessa sjóði sem að fara í listir, hvort sem það eru þessar listir sem þú nefnir eða myndlist eða hvað það er. Við viljum byrja að endurskoða það hvernig fólk er ráðið í úthlutunarnefndir. Af því að við höfum verið í samtali við mikið listafólki. Það er mjög mikil óánægja almennt séð í listheiminum það hvernig er staðið að því hverjir sitja í þessum úthlutunarnefndum. Það er svona og fótu fyrir því að það sé fólk sem að kannski er ekki endilega hæft til þess að setja í þeim. Ekki nógu hæft. Þetta er þetta rosalega ábyrgða staða. Algjörlega. Og við viljum byrja því að setja peningi það að hækka laun þeirra sem setja í þessum úthlutunarnefndum
svo að það sækist fleiri í störfin af því að þetta eru þetta mikilvægstu störfin þegar kemur að þessum útlutunum. Það er fólki sem ákveður hvert peningarnir fara. Já. Þannig að, og ég veit að, og ég hef heyrt að úr listaðumunum að fólk er mikið að velja, það er mikið frændhyggli, fólk er að velja vinsina sem svo sem ekkert óeðlilegt þegar þetta illa launa starf í eins litlu landi og Ísland Svona mikilvægasta er ekki bara að dæla, ekki bara í blindni að dæla pening beint inn í sjóðinn til að auka heldur fyrst að hækka laun þeirra sem sitja í úthlutunarnefnd til þess að fleiri sækjum stöðuna og það sem nefnd sem skoði það vandlega á hverju ári hverjir það eru sem sitja í nefndinni og helst að reyna að fólk sé ekki of lengi í nefndinni. Heldur þetta sé sko vanhæfni fyrst og fremst eða heldur þessi spilling sem kom inn í þetta líka? Þetta er bara bæði. Já. Frændhyggni eru þetta líka bara spilling. Já. Og það er svo sem spilling er bara eitthvað sem að ég held að spilling sé svona hlutur sem að þú getur aldrei útrýmt alveg. Nei. Ekki frekar en ofbeldi eða spilling helst í hendur við græðgi og græðgi er svona ein af höfuðsyndum mannsins. Þetta eru mannlegir eiginleikar sem eru óhjákvæmilegir en auðvitað viljum við minnka þessa eiginleika og vinna gegn þeim en þetta er leið til þess finnst mér í þessum málaflokki að vinna gegn húnum með því að skoða það betur hverjir eru í útlutunarnefndinni. Það skiptir rosalega miklu máli. Og þú ert í raun að tala að snúa því bara stokka bara vel upp í þessum nefndum og fá svona nýtt mat á hverjir eru að fá styrki. Þannig sjáum við það í flokki fólksins. Okay. Við viljum algjörlega endurmeta það hvernig staðið er að ráðningum í þessu útlutunarnefnd og við viljum að þetta sé vel launastarf. Já. Að því við viljum það sé unnið af algjörum heimildum og ég held að hugmyndunar okkar myndu vera til þess að fleiri verkefni sem eiga það skilið fái útlutanir. Já, ég myndi fagna því. Ég hef ekki fengið úr sjóðunum enn sko. Það kemur mikið ávart, þetta er út klár og þú flóttast strákur og því miður þekki maður allt og marga sem eru ofbóðslega klárir og í sínum geira og í sínum list sem eru trekk í trekk ekki að fá útlutanir. Nei, og svo horfi ég á hverjum sitt í nefndunum tala við listafólk. Ég er öflugur í samtali við listafólk og það er bara einhverju nefndinni sem að fólk bara skilur ekkert í hvernig við komum til rataði þangað inn. Nei. Þetta var kannski einhver frænd einhvers eða eitthvað þannig? Já, einhver frænd einhvers eða einhver sem að hefur ekkert fengist við listir. Nei, mitt. Það kannski einhver sem að var ritari í einhverju myndlistasafni. Já, mitt. Sem fekk bara sæti í útlutunarnefndinni af því að hann hafði unnið á listasafni. Nei, mitt. En hann var kannski bara ritari eða móttökuaðili eða? Já, nei, við getum bara kannski fengið einhvern kaffihúsinu til þess að fara í útlutunarnefndina. Það virðist vera það sé hugsunin. Já, mér finnst áhört, mér finnst gott að vera ekki að bara dæla alveg í blindni inn peningum sko. Ég kallaði náttúrulega mest bara eftir því að sko að fólk myndi þá kannski búa til einhverja svona sér sjóði fyrir ungt listafólk sko og fólk sem er nýútskrifað og er að taka sín fyrstu skref Það er afbragðshugmynd. Ég held að áður en við gerum allt svona þá verðum við að fara í kjarnan fyrst. Það er útlutunarnefndin. Já, áhugavert. Er eitthvað fleiri málefni eða ég var að fara aðeins í bara svona í lokin? Já, ég held að maður verður að vita sín tíma. Já, vita sín tíma, Fólk er ekki að hlusta á að bladra endalist. Nei, þá er náttúrulega líka búin að vera sko núna alveg heil mikið svona hlaðvarpsviðtöl við frambjóðendur og það er búið að taka viðtöl við alveg heilmikið af fólki sem er gott, en það er ekki hægt að hlusta á allt. Nei, það er ekki hægt að hlusta á allt. Ég sé bara við alla sem hlusta á þetta, takk kærlega fyrir og endilega kíkja á kostingaskrifstofuna til okkar. Já, opið til 20 alla daga. Já. Í lokin, af því að þú nefndir flokk fólksins, miðflokkin og sjálfstæðisflokkin, það er svona, ég bara hjó eftir því sko, er þetta einhver flokkar sem er högg að sækja. Já, en er þetta einhver svona stjórnarmyndunar möguleiki? Já, við erum búin að lýsa því yfir, við ætlum ekki að stíga inn í samstarf með sjálfstæðisflokknum. Ok. Og það er kannski svona, fyrir mína parta finnst mér það bara allt í lagi og það er kannski ekki sísta því að þetta er flokkun sem bara búin að vera
svo lengi, svo oft í ríkisstjórn. Það kannski bara komin tíma á okkur nýtt með fullir virðingu fyrir þeim flokki. Mér finnst mikilvægt að sýna öðrum flokkum virðingu. Því það vandar, það er ekki vanþörf á. Nei. En við erum opin fyrir því að starfa með öllum öðrum flokkum. Okay. Og það með tala með flokkum, sjálfsögðu. Já. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur upp á kössunum. Já, það verður það. Þú verður bara önnum kafinn næstu daga og eins og hefur kannski verið síðustu vikur. Já, og ég hef gaman að því. Já. Það er gott að hafa nóg að gera. Og ætlar að fara í frí eftir þetta eða er það bara beint í vinnu hvernig sem fer? Við sjáum bara hvað setur. Já. Við verðum bara að meta stöðuna þegar hún er klár. Já. Ég er tilbúin í hvað sem er. Frábært. Þessi verið nú hér. Það verður rosalega gaman að fylgjast með þessu og fylgjast með flokki fólksins. Eiður Vestmann, frambjóðandi. Takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega fyrir að fá mig. Heiður að fá að koma hingað. Kæri hlustandi, takk fyrir að hlusta á þennan frábæra þátt. Við bara vonum að gangi sem best hjá Eiði í komandi kosningum. Ef þig langar að hlusta á meira efni frá Heimsendi, kíktu þá inn á heimsendir.com. Nei, scratch that. Kíktu inn á patreon.com/heimsendir. Þar er fullt af efni sem er bara aðgengilegt á Patreon, bæði í mynd og hljóði. Og annar hver þáttur verður alltaf lokaður þar inni, en þið getið prófað frítt í 7 daga. Kíkið á það, patreon.com/heimsendir.